Hæ, Eiríkur Fjallar hérna, ég ætla að syngja eitt lag við og með til aðstoðar. Hvað var fólk í vændum í kvöld? Hlátur, kannski aðeins að hlýna hjartarættur. Þá ætlum að taka eitt lag fyrir ykkur. Hérna, við erum búin að vera mjög spennt, ég og kærasta mín að koma hingað í kvöld og... Tóti var einn í tölvulandi. Latti er að gefa okkur stærri parta sjálfum sér heldur en hefur gert áður. Og hann svona er að, kannski í fyrsta skipti að taka þetta dirfskufulla skref svona út úr persónum sem hann kann aftur og bak og áfram og sýna okkur svona svolítið mannin á bakvið þetta alla þennan hlátur sem hann hefur gefið okkur í einhvern tíðina. Mér líst vel á þetta, skemmtilega svona tvista saman hjá honum og hérna maður þekkir náttúrulega hvern einasta karakter sem hann svona bregður sér í og hérna svo líka er hann að segja okkur hluti sem við höfum ekki hugmynd bara frá hans barnæsku og uppeldi og skóla og hérna þetta er greinlega að byrja mjög snemma. Eiríkur Fjallar er uppáhaldskarakter minn vegna þess að ég tengi eitthvað við hann sjálfur. Það er hann langar svo að mér langaði að vera popstjarna, alveg eins og Eiki vill vera popstjarna og Eiki er popstjarna í eigin huga. Hérna sjálfvirki heimsækjandinn var alltaf mjög vinsæll hjá mér. Hallgrímur í heilsuballinu sem að át hvítlögin aðeins og mikið. Það er minn uppáhalds. Latti sjálfur held ég sé uppáhaldskarakterinn. Ég held að þessi nýr karakter kominn upp á sviði hjá Latta, það er bara Latti sjálfur í eigin persónum. Alltaf sé ekki skrámurinn bara. Nú vandast málið. Það var bara að sjá Latta sjálfan í kvöld sko. Mér finnst það var bara alveg uppáhalds hjá mér. Alltaf sé ekki Eiríkur Fjallar, ég býst við því. Martin Mosdal finnst mér svo skemmtilega og ógeðslegur og ég hef mjög gaman á honum. Spila fastar á trommunar. Latti, hann er sko bara alveg á þess að vera mjög væminn. Hann er ólýsanlegur snillingur. Hann er bara ólýsanlegur snillingur. Ég er massa sáttur við sýninguna, mér langar aftur. Þetta var bara æðislega gaman. Ég var á fyrsta bekk og hló allan tíma. Það er bara stórkostleg sýning og kom ekki óvart því að þetta er snillingur. Ég hló eins og, ég ætla ekki að segja eins og það. Latti sagði okkur að mér finnst ég þekkja Latta miklu betur eftir þessa sýningu. Hann hleypti mér að sér og ég þakka honum fyrir það. Kýtlaði láturtöðunar í leiðinni. Ég get ekki hægt að brosa. Maður er bara, manni hlýnar að innan og maður er glaður og mikið kannan þetta vel. Þetta er fyrir alla, já, algjörlega, bara definitely. Ég held að sé engin sérstakur hópur. Latti er bara þannig, hann er allra. Sýningin er náttúrulega bara fyrir alla sem að hafa gaman að góðum húmor og fyrir þá sem elska Latta. Allir landsmenn elska Latta, það er ekki takt annað en að elska hann. Það verða allir að koma og sjá Latta. Það verða allir að koma og sjá hann. Mest elskaði listamaður þjóðarinnar, það er ekki spurning. Latti alveg guðdómlegur. Mér líst bara rosalega vel á þetta. Þetta gekk alveg ótrúlega vel og þetta er bara frábær kvöld, frábær áreitur. Og pabbi var ágætur, hann var svona, þetta var náttúrulega bara frábært eins og allt, þannig að ég er bara mjög ánægður með kvöldið. Frumsýningin búinn, hvernig leggst þið þig? Rosalega flott maður. Já, þetta gekk vel og bara ég er óbúrslega svona ánægður bara í hjartanu yfir þessu að því að það gekk vel og nú er svona mesta púlið búið að frumsýna og þá er þetta svona, já, ég vil segja svona svolítið létt bara á eftir. Tóti var einn í tölvulandi á tölvuspilin. Gerið sjálfum ykkur greiða og kikkið á Latta í Hörpu. Þið sjáu aldrei eftir því. Tölvuspilin var snjall. Tóti. Oh boy.